kafla hins var, hægri hornamennir voru frábærir. Kristófer Máni Jónasson, algjörlega stórkostlegur, bara með 5 mörk í öllum regnboganslitum og það voru 2-3 á sig sem ég hélt bara var ekki hægt. Allan eitt þarna sem var algjörlega í ruglinu. Hann var ekki hræddur fyrir æfingafélaga sinn þarna í þessum leik. Hann fór bara inn alveg úr samúð hverju og skorar öllu. Hann með snuddu, hann skorar öllu. Ég held að sé næsta mark sem bara algjörlega ótrúlegt. Hann er bara búinn að spila mjög vel síðan hann kom í FH. Já, bara virkilega góður. Líður greinlega vel í hvítu treyjunni. Bara frábært og eins og gaman að sjá hann gegn sínum gamla félag. Hann bara að setja hann alls þar og hvergi bánginn. Svo fer hann spilar ekkert senstu 20 mínútur því hann, mér skilst hann segja, gæti ekki betur séð heldur en að vera með einhvern krampa þarna og þurfti að fara út af sko. Þannig að hann verður að fara eitthvað og skokka kallinn, hann endist í 60 mínútur næst. Hann getur þurfa að taka mann út af sem 5 og 5 og getur alltaf klikka. Akkurat. Og svo hinum megin með Rakel, við erum með í valsliðinu Daniel Montoro sem bara búinn að koma frábærlega inn í þetta, ungur strákur, talandi bara þessi gæði í valsliðinu, svo með þessi stráka af bekknum sem eru svona gæjar með þetta talent, þetta bara, hann virðist rosalega öflugur. Hann mjög öflugur og bara búinn að eiga frábært tímabil og einmitt líka bara með mörk úr öllum regnboganslitum og bara mikinn stökkkraft, hann að svífa vel og hanga vel á boltanum og gera markmannum erfitt fyrir að lesa og svo eins og við sjáum hérna með nokkra stólna, í það minnsta 2 stólna bolta á þessum kafla og það mjög dýrmætt. Hann bara flottur hornamaður sem á alveg framtíðina fyrir sér. Ekki spurning, frábær slútt hjá honum, frábær afgreiðslur.